Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Komið sæl og velkomin að Rauðaborðinu, ég heiti Marja Lilja og það eru hinsegin dagar. Við þekkjum líklega flest hinsegin daga og hingað að ræða svona kannski í aðeins breiðara samhengi hinsegin málefni, menningarleg, pólitísk og mannréttindamál hreinlega. Ugla Stefánía Kristínudóttir Jónsdóttir og Arndís Anna Kristínudóttir Gunnarsdóttir. Hæ. Það svo mörg nöfn, alltaf. Ég hyggsta alltaf á nöfninu þína, Arndís Anna. Ég ætla að vera eitthvað svona kvíða atriði. Styrklega ekki deinu það. Nei, ég heiti rosalega mörgum nöfnum sjálf, þannig að ég veit ekki hver af mér. En það er gott að fá okkur. Það eru auðvitað gleði dagar fyrir hinsegin fólk og aðstandendur. Og samfélagið allt. Kannski bara, fóruð þau á opnun í gær? Já, heldur betur. Það er náttúrulega alltaf skemmtilegast að fara á opnunina svona, þá byrjar þetta svona, en það er samt bara svo ótrúlega mikið alltaf í gangi að ég er alltaf bara með valkviða hvert ég á að fara og hvar ég á að vera, sko. Það er alltaf erfitt að velja og berður alltaf erfiðara og erfiðara. Það er ótrúlega flott að skrá núna í þessari viku. Og bara mjög erfitt að velja. Ég stilti svo öll upp í dagatalinu og það... Já, þú er svo skipulögð. Það er hérna eitthvað kvíðavaldandi, sko, þá dagatalið mitt lítur það þannig út núna, sko. Maður þarf bara að velja og hafna. Já. Ég kíkti aðeins bara svona á Laugaveginn í gærkvöldi og það var einhvern veginn, þess að fyndið það breytist, það verður svona rafmagnað svona stuð eiginlega bara og svona gleði, bara svona áþreifanleg gleðistemning á hinsegin í Reykjavík og það er þetta er auðvitað hátíð sem hefur fest sig í sessi og er orðin hvað gömul? Ég held að fyrsta gangan hafi verið 93 og svo 94, en svo var smá hlé og svo byrjaði hann aftur, þannig að fyrsta var 93, þannig að það er langt síðan að fyrsta hátíðin var haldin í rauninni, sko. Nú er þetta náttúrulega orðið bara alþjóðlegu viðburður. Ég tók einmitt eftir því, ég var svona næstu búin að gleyma því að þetta væri komið að þessu, þegar maður fór að sjá, sko. Því að sumarið fyrir svona alveg að vera búið. Já. Alveg raukibyrtu. Allt í einu fyrir maður að sjá út á götu, sko, ferðamenn sem að er eiginlega nokkuð augljóst að eru komnir hérna fyrir hinsegin daga. Og ég segi það sama þú, sko, það er eitthvað svona, maður finnur það bara í andrúmsloftinu, þá rifjast upp fyrir manni, já, heyrðu, þetta er bara byrjað. Þannig að það er mikið af fólki að koma, mjög mikið af ferðamenn sem koma hérna bara fyrir hinsegin daga eða miða á hinsegin daga til þess að vera vitna þessu. Gangan náttúrulega sérstaklega orðin í raun stærri og viðburða meiri heldur en hvað má maður segja sjálfur þjóðatíðdagurinn, sko. Ég held að það sé bara alveg staðfest, sko. Já, og hún er líka einstök í, sko, alþjóðarsamhengi að því leiti að engin fyrirtæki og engin auglýsingar og annað eru leyfðar í göngunni sem að er almennt bara lenskan held ég nánast allstaðar annarstaðar þar sem að fyrirtæki búið til alls konar palla og auglýsa og hvað eru nú ógeðslega inclusive og svo er kannski ekki komið nógu vel fram við hinsegin fólk á vinnustunum yfir höfuð, skilur. Þannig að það er rosa svona, maður sér svona meira svona auglýsinga bleikþvott umræðu annars staðar heldur en á Íslandi, en það er auðvitað líka verið umræð hér að því að það eru auðvitað bleikþvottur líka á Íslandi í kringum hinsegin. Já, það eru víða regnbogar í fyrirtækjum og verslunum sem að svona venjulega kannski láta sig ekki hinsegin mál varða eða bara mannréttindamál eða eitthvað svona pólitík yfir höfuð. En það er þrátt fyrir að þetta sé þessi stóri viðburðir og hér erum við að tala sko, eitthvað sem að ég held að bara svona vel flestir einhvern veginn kíki sem að hafa tök á því fari niður í bæ þegar gangan kemur framhjá. Það er, sko, þó gangan sé stór þá er ekki sko, síður allur fjöldin sem að stendur bara á hliðarlínunni og fylgist með og hvetur áfram. En samt einhvern veginn og eftir allan þennan tíma og þessu stóru göngu og þessu miklu hreyfingu og áþreifanlegu gleði í nú heila viku fyrir göngu, þá er bakslag. Já. Já. Finnur fyrir því að ég segi með sko búbla mín einhvern veginn svona upp á síðkasti, það hefur verið svo mikið gleði og það er búið að vera svo mikil ákveðni í að spyrna móti bakslaginu að það mér finnst það vera rosalega mikið stemningin og ég vona að það sé
víðar en bara hérna í minni kreðsu sem að það fólk upplifir það að það hafi orkuna ennþá til þess að stíga fram og segja nei, heyrðu, veistu hvað, við ætlum ekki að leyfa þetta, við ætlum ekki að leyfa þess að gerast. Og mér fannst til dæmis mjög gaman að sjá að þemað í hinsegin dag núna transfánin, hann allstaðar til þess að segja bara nei, bara we're not backing down, sko, það og mér finnst það rosa flott og það eykur gleðina, það gefur manni baráttuvilja og það sem við erum líka alltaf að tala um, það þetta með samfélagið og að samfélagið skiptir svo miklu máli og samstæðan vegna þess að ef maður finnur að maður ekki einn, þá hefur maður orku í þetta, því annars þetta getur verið svolítið erfitt að vera stanslaust að berjast á móti rokinu en ég finn rosalega gott bakslag við bakslaginu bakslag í bakslaginu hérna það allavega hefur verið svona mín tilfinning síðustu vikurnar og ég vona það haldi áfram og fleiri sé að finna Já, það líka svona mín tilfinning að sko samfélagi á Íslandi hafi spyrt meira gegn þessu oftar en kannski margir aðri staðir sem eru komin á mikið verri stað eins og til dæmis bara á horfandi Bretlands og Bandaríkjanna sérstaklega þar sem að hlutirnir eru orðin mjög slæmir á mjög stuttum tíma. Já, þú náttúrulega mikið með annan fótinn í Bretlandi alltaf. Já, og ég sé þetta breytast mjög hratt. Löggjafinn einmitt bara farin að taka undir hatagektar og eða svona, bara jafnbrettis stofa Bretlands í rauninni sambarlegt jafnbreyst á Íslandi bara íta undir útilokun transfólks í lögum og ríkisstjórnin núna bara tala að taka í burtu alls konar vernd og annað, þannig að maður bara að sjá sko áunin réttindi sem bara að hverfa, það bara verið að taka þau í burtu og hrifsa þau af okkur og fólk einhvern veginn sko hugsar að Íslandi geti þetta nú bara aldrei gerst en þetta getur alveg gerst hér og við höfum séð ramman færast á Íslandi mjög hratt. Það sem fólk leyfir sér að segja núna á samfélagsmiðlum og jafnvel á alþingi og bara hvar sem hinsegin fólk eitthvað sem var í rauninu bara óhugsandi fyrir 10 árum. Og þegar einhver sagði eitthvað svona sambarlegt þessu núna, það voru allir bara vá, hvað þessi manneska fáránleg. Já, það var hann algjörlega einangru. Já, en núna það bara orðið eitthvað svona leifilegt að segja þessa hluti og það svo hættulegt þegar við verðum vöndi að þetta sé bara eðlilegur hluti af orðræðinni og þá snýst þetta svolítið hversu langt getum við ítt þessu og hversu langt komumst við áður en eitthvað gerist og vegna þess að það gerist hægt og rólega þá tekur fólk síður eftir og getur kannski ekki náða að grípa inn í áður en það of seint og það það sem hefur gerst í Bretlandi og Bandaríkjunum það hefur breyst mjög hratt og ramminn hefur færst og hann að færast á Íslandi líka. Við sjáum þetta hérna kannski einnig helst í útlendingaandúð eitthvað sem var einmitt óhugsandi bara hérna fyrir bara örfám árum síðan, bara fyrir 5 árum síðan ef einhver hefði gengið og farið fram með álíka orðræðu og orðin normaliseruð á internetinu jafnvel í sko á stórum miðlunum bara í útvarpsviðtölum að hérna það hefði allt orðið vitlaust en við erum einhvern veginn virðist vera orðin svolítið dofin fyrir þessu en þetta helst í hendur. Þetta helst nefnilega í hendur. Það eru allir minnihlutahópar, allir hópar sem hægt einhvern veginn að jaðarsetja og eru valda minni í samfélaginu verða fyrir þessu þegar að þetta bakslag verður og ég segi mér þetta sama, það var nú í samráðsgátt þessi áformum einhverjar brottvísuna búðir á landamærunum þar sem að kemur til greina að hýsa börn. Þetta eitthvað sem að ég held við þurfum ekki að fara langt aftur til þess að það hafi bara verið með öllu óhugsandi og maður hefði hugsað með sér sko þegar að UNICEF, þegar barnaheill að segja, heyrðu, þetta ekki lagi að þá myndu þau bara taka það út en það ekki, þannig að þetta rosa skrítin þróun og við þurfum að vera mjög vakandi og akkurat eins og Ugla segir sko að þó að það virðist vera litli hlutir sem að gerast einhver orðræða, eitthvað slíkt að það þetta aðdrandin og þetta gerist ekki á einni nóttu en það getur hins vegar gerst á 3 vikum. Við höfum séð það bara í mannkjusögunni. Þannig að við þurfum og þess vegna finnst mér svo flott að sjá þetta harða bakslag við bakslaginu hér sem að jafnvel þó að við séum ekki að horfa upp á jafn alvarlega breytingar annars þar, þá erum við samt. Við ætlum ekki að leyfa þess að gerast. Og mikið af eldra hinsegin fólki sem núna einhvern veginn að þú veist, ég talaði við konu bara í gær og hún sagði að sko hennar upplifun af þessu bakslagi væri að hún væri rauninni að vera að rífa upp
einhvers konar áföll og annað sem að hún gekk í gegnum á sínum tíma þegar hún var í baráttunni fyrir bara að fólk sem séu homor og lesbíur veri viðurkennd og hún segir að núna sé verið að nota nákvæmlega sömu orðræðu og tól og annað til þess að ráðast á aðra hópa hinsegin samfélags og hún sagði að hún bara í einhverju áfallastreitu út af því að þetta bara endurtaka sig og það það sem að við erum að sjá svo skýrt og það ótrúlega skrítið hvað við erum tilbúin að endurtaka söguna bara og læra ekki neitt af því sem að áður gerist. Já, og þau sem að eldri erum að sér að þetta er orðin svona hjá ákveðnum hópum í samfélaginu þá er þetta orðið svona partur orðan það er gert svona ljótt grín og þú veist það er svona það er svona ákveðin afmennskun og en það sem að mér þykir ágefni er þessi þróun á meðal ungs fólks. Já. Og að því að við höfum bara hingað til búið í frjáls og opnu samfélagi bara með og kynhneigðir og bara þannig að það er einhvern veginn svo undarlegt einhvern veginn hvernig óskupunum tókst einhverjum að ná til krakkana. Það er náttúrulega þessi öfl sem að hafa peningana og eru búin að mastera internetið og það eru þetta tæknin sem er komin í dag og ætti að vera okkur til góða, hún ég ætla að leyfa mér bara að segja forheimskandi og ég var einmitt að velta þessu fyrir mér daginn, það sem ég vil að mestar áhyggjur af, það er þetta að það er verið að gera allt auðveldara fyrir okkur. Nú ég starfa sem lögmaður, það eru komið forrit sem bara að skrifa stefnu fyrir mig, ég þarf ekki að leggjast yfir það, ekki það að maður þarf auðvitað að fara yfir allt sem er gert og annað og maður notar þessu tól mismikið fyrir mismöndi hluti og sem ekki, en þetta gerða verkum að maður þarf minna að nota heilan. Ég var að velta fyrir mig bara eins og fræðigreinarnar sem eru skrifar til dæmis á sviði lögfræði, þungar lestrar eru kannski 80 síður, í dag þá er þetta bara súmmerað einhvern veginn. Við notum heilan minna og heilin er auðvitað bara svolítið eins og vöðvi. Hann verður betri eftir því sem við notum hann meira. Fólk getur hækkað í sér grindavísitöluna með því að þjálfa heilan og við erum að gera akkurat öfugt. Og þetta er eiginlega það sem ég mestar ágjur af og þetta held ég að sé vandamál hjá ungu fólki. Ég held að þetta geti verið ástæðan fyrir því að læsi er að minnka af því það er orðið bara minni einhvern veginn þörf á því að þú getir lesið heila bók með augunum. Bara búið að þrengja athyglisgáfun eða þú veist, við erum svo vönni að fá allt í svona hrað úthald heilans, við erum bara búin að minnka það mjög mikið og þá hugsum við minna, hugsum styttra og það er þá sem að fordómar verða til fordómar spretta af fáfræði, það bara þannig og þó að vissulega séu öll sem spila með þeim og notfæra sér fáfræði til þess að íta undir alls konar og að skilja sjónamið og nýta sér á mjög, hvað ég að segja, meðvitaðan hátt, það það fyrst og fremst heimska í svona upprunalegri merkingu orðsins þú eru ekki farið út fyrir eika og ég hef ágjörð þessu og ég hef ágjörð því vegna þess að það vinnur svo mikið á móti okkur í því að reyna að laga þetta hvernig leysum við þetta því að mótið drifi fordómum með fræðsla og það alltaf að vera snúnara að upplýsa fólk með ábyrgum hætti. Já, það er nefnilega auðveldara að henda fram einhverju misvísandi, einhverjum mýtum sem að byggja og ala mikið á ótta vegna þess að viðbröðin okkar við einhverju slíku eru svo sterk, þú veist, það er eitthvað svona eðli innan með okkur eða það er einhver hætta eða eitthvað að þá bregðust við rosalega sterkt og það er það sem að mikið af þessum misvísandi upplýsingum og mýtum spilar rosa mikið inn í að vekja ótta og áhyggjur og fá fólk til að sjá þetta sé nokkuð hættulegt og þarna sé verið að ráðast á börnin eða eins og við þekkjum ótrúlega mikið og það er svo auðvelt að nota þetta skólanum og dæliðu lyfjum og þú veist það er svo auðvelt að henda mýtu fram en það er miklu erfiðara að uppræta hana og miklu erfiðar að fá fólk til að átta sig á því að hún sé ekki sönn og það er það sem er svo erfitt maður hefði einhvern veginn haldið bara ef maður fræði fólk hérna með staðrendum og með þessu þá hlusta bara allir það er því bara miður ekki þannig að það þarf einhvern veginn eitthvað meira og þess vegna hefur þessi tækni oft snúist í höndunum á okkur og hefur orðið til þessa að við erum í rauninni einhvern veginn að hún er að vinna gegn okkur við heldum einhvern veginn held í einu sinni
að vandamáli væri að fólk hefði ekki aðgang á upplýsingum og fólk hefði ekki aðgang að þess en það er ekki endilega vandamáli er að fólk er ekki nógu gaggrínið á það sem það er að lesa og sjá á internetinu og fellur mjög auðveldlega inn í einhvern svona afkima internetsins sem að gefur þér meira og meira og hægt og rólega radikalisera þig til þess að hugsa á einhvern ákveðin hátt og bara algoritmin á YouTube og á TikTok og á öllum þessum samfélagsmiðlum ítið þér í mjög beina það eru mjög skýra rannsóknir sem sína þetta bara. Já, það er þetta með þessa einangruðu kalla sem að upplifa sig óbúslega jaðarsetta að því að konur vil ekki tala við þá það er þessi insel kartuli en það eru einmitt þeir gæjar, samkvæmt öllum rannsóknum einmitt, eru líklegastir til þess að valda skaða á sko, fólki og hérna og bara sér og öðrum og samfélaginu kring vegna þess að þeir eru komnir svo djúpt ofan í eitthvað svona bergmálshelli af sko hérna bara vitleysu í rauninni, bara rangar upplýsingar. En það er einmitt þetta óttaviðbragð þegar við veðum fyrir einhverju ógn og einhverjum ótta tekst að hræða okkur þá náttúrulega vanvirkist rökhugsunin við verðum minna móttækileg fyrir upplýsingum, fyrir leiðréttingum, fyrir staðréttingum staðréttingum, af því við erum hrætt og þetta er bara mjög frumstæð og eðlileg viðbrögð í rauninni en það er einmitt, eins og ég segi, mjög erfitt að eiga við þetta, mjög erfitt að róa fólk þegar það er búið að ná að ræða það. Það getur verið mjög erfitt og einmitt að bregðast við með staðrindum getur verið mjög snúið. Og þetta reyndar minni mig á, ég kom inn með tímarit hinsegin daga til að bara leyfa mér að mæla með því og auglýsa það hérna. Tímarit hinsegin daga sem er gefið út núna í tilefni hinsegin daga. Ofsalega flott og þetta er frýtt eintak og mikið að skemmtilegu efni hérna og áhugaverðu held ég fyrir mjög marga og akkurat í rauninni inn í þessa umræðu ég tók viðtal við fræðimann, hann heitir Senþórun Raj sem og hann er prófessor í lögfræði í rauninni hann hefur, viðtali heitir Lög eru tilfinningar og hann talar svolítið mikið þetta að við teljum að við getum einhvern veginn haft áhrif á fólk fyrst og fremst með því að gefa upplýsingar og staðreyndir og annað slíkt en það sem hann er að tala og mér finnst ofsalega skemmtileg nálgun þegar við erum að tala bara lögfræði þá erum við að tala löggjöf, dóma og annað sem að okkur er kannski svolítið kennt, við erum skilir til þess að halda að það sé eitthvað sem er rökrétt og einhvern veginn tilfinningarlega hlutlust þegar það er það ekki og hann er mikið að stúdera þetta hvernig tilfinningar koma fram í lögum í löggjöf, hvernig tilfinningar mennskar tilfinningar hafa áhrif á dómara og það sem ég fannst kannski áhugaverðast var akkurat bara löggjöfin sjálf og hann nefndi svolítið sérstaklega skemmtilegt dæmi svona fyrir mig sem að hef verið lengi í flóttamannarétti ég var ekki búin að kveikja á sig í þessu samhengi að sko skilgreiningin á flóttamanni er að þú hafir það sem kallað er ástæðuríkur ótti og hvað er ótti? Ótti er tilfinning og þannig er búið að lögfesta hreinlega inn í skilgreiningu, lagalega skilgreiningu, tilfinningu. Það er ekki þörf á því að það sé í rauninni raunverulega, það þarf ekki, það er ekki skilgreiningaratriði að þetta sé raunverulegt, heldur ef þú hefur ríka ástæðu til þess að óttast, að þá áttu rétt á vernd. Og þetta er svo áhugavert og við sjáum þetta víðar í lögum og hann talar einmitt hvernig til þess að sannfæra fólk þurfi við að skilja tilfinningarnar sem eru að baki skoðuninni eða fullyrðingunni og ávarpa tilfinninguna og við getum líka notað tilfinningar til þess að snúa þessu við og einmitt reyna að skapa von, skapa sátt, samkennd allar þessar tilfinningar geta líka virka til þess að hafa áhrif á fólk þó að óttin sé nú sennilega eins og öflugasta þá er þetta og það er mjög skemmtilegt og hann verður líka með erindi á Rebborástöfninu á 50 daginn á morgun á morgun, það er svo erfitt þegar það er svona frídagur þannig að það eru til lausnir mér varst svo ótrúlega frískandi að taka þetta viðtal við hana því að hann gefur von og ég mæli mitt með og það er líka svolítið þemað hinsegin dögum í ár, það er þetta við ætlum að standa saman og það er von, það er ekki þetta er ekki búið
og það er svona tilfinningin, þannig ég í rauninni hveti öll til að mæta á Regnbogaráðstefnuna á morgun. Hún Hvernig byrjar hún og hvar? Hún byrjar 9:00, hún í Iðnó á báðum hæðum og alveg fram eftir degi og það ókeypis aðgangur. Frábært. Mér langar að svolítið að taka undir þetta sko, tilfinningar eru svo ótrúlega sterkt tól og þú veist við upplifum öll tilfinningar þannig að það fólk einhvern veginn heldur í fram að getur bara verið með rök og algjörlega tilfinningalöst, það bara ekki raunhæft það einhver svona ákveðin íróni í því að halda að þú getur bara verið óslega lógískur og örgjum en til þú getur það aldrei eitthvað svona tilfinningalegt heiti yfir að láta svo leiðis þannig að þú veist þetta sterkasta tóli sem við höfum að segja sögur segja hvernig okkur líður að því að það tengir okkur fyrst og fremst sem manneskur að við höfum tilfinningar, við upplifum gleði, við upplifum ótta, við upplifum einhvers konar samkennd, við eigum eitthvað sameinlegt leið og við náum að tengjast einhvern veginn fólki tilfinningalega það miklu erfiðara fyrir fólk að vera bara já, þú ert bara þetta, þú ert bara hér leið og þú þekkir einhvern tengist þeim átt eitthvað sameinlegt með þeim þá það bara miklu auðveldar að uppræta fordóma. Þannig að hluti af fræðslu og hluti af því að ná til fólks einmitt að nota tilfinningar, skýra hvernig manni líður og það sem að hinsegin fólk hefur verið rosa gott í og heldur þess vegna hefur baráttan á Íslandi gengið rosa vel að mestu leyti vegna þess að við erum ótrúlega góði að tala hvernig okkur líður og við notum ekki gleðina og ást og líka reiðina og hvernig okkur líður og hvernig komið illa fram með okkur. Þannig að það svo ótrúlega sterkt og ég held að fólk vanmeti það rosalega mikið í þessu. Þú hefur miklu meiri áhrif á að segja einhverjum tilfinninguna þungna sögum líf þitt og hvernig þú náður að komast yfir ákveðnar hindranir eða hvernig þú komst úr skápnum heldur en að þylja upp tölfræði og staðreyndir. Þú veist að rannsóknir sína bara að þetta hefur miklu meiri áhrif. Ég get nefnt mjög gott svona dæmi. Ég verið mikið í sjálfbæðvinni fyrir flóttafólk og ég var á óbúslega góða vini sem að þá voru mjög ungir bara rétt 20 höfðu verið svolítið ég bara svona svolítið svolítið svona lokaðir frá heiminum inn á Gaza í bara allt sitt líf, koma hingað og flótta og svona og svo erum við að kaupa inn í matarboð og eru sem sagt að fá einhverja gesti og við hittum vinkonur okkar bara allra sem að konur sem að hjón sem að þeir þekktu og þær voru með krakkarinn sína og þetta var svona moment það sem ég fekk svona en málið það þú veist, þetta og þú veist við getum alveg hlegið þessu í dag mörgum árum síðar að þeir svona bara klóra sér á hausnum og svona María ég vona sér ekki aðsnalegt að ég sé að spyrja en hvernig fóru þær að þessu og þú veist en þá var það auðvitað líka bara moment og það svo oft sagt og það svo oft notað einmitt í tilraun til þess að stíja í sundur fólki og einmitt stíja í sundur jaðarhópum og frá hvorum öðrum að múslimar hata hinsegin fólk og þessuna viljum við á ekki í samfélaginu okkar og þú veist og þær fram eftir götunum við þekkjum þetta allt en við sem að kannski svona þekkjum bæði samfélag hinsegin samfélagið og samfélag flóttafólks vitum alveg að þetta á mjög vel saman og það mikil vinátta sem að verður oft í þessum hópum ef að fólk fær tækifæri til þess að mynda einmitt samfélagið. Mynda samstöðuna og akkurat að finna það að ógnin sambærileg. Hún í rauninu sprettur af sömu rót og ég held einmitt að þar báðir hópar kynnist svolítið í gegnum það myndast samstaða í því sem jákvætt og við eigum einmitt að gera það og nýta það betur og vinna gegn þessu. Það alltaf verið að etja saman minnihlutahópum og hagsmunahópum þegar að hagsmunir eru sameiginlegir og ég held að það sé einmitt alltaf sterkt vopn gegn þessu að standa saman og auka samstæðuna, búið til þessar tengingar og það hefur gengið mjög vel hér og ég segi það sama. Það var í mótmælatjaldinu sem var fyrir framan Alþingi og
Já, samtökin komu mjög sterk þar inn með salerni og kaffiaðstöðu og bara svona, þú veist, stuðning félagskap og stuðningi að þýleitinu til. Sko mjög þekkt dæmi akkurat svona þegar að einhver hópur stendur með öðrum hóp var í Bretlandi þegar að hins einn hópur ákveður að sína samstöðu með vinnumönnum í námum sem að voru vantaði rétti það með þess að vera að gera mynd þetta lesbian and gays for the minors sem ógeðslega fyndið og þá voru hópur hins einn fólk sem að sá bara að þarna var að brjóta á réttindum og kjörum þeirra sem unni í námum og þau ákveða bara við ætlum að sína samstöðu vegna þess að við vitum hvernig það að vera jaðarsett og við vitum hvernig það að hafa ekki aðgengi að almennum kjörum og fleira og þetta myndaði bara einhver svona tengsla milli einhverja hópa sem að voru ekkert rosalega mikið svona að eiga samskipti þú veist, sín á milli en myndaði bara svona mjög fallega samstöð og þá voru einhverju svona, þetta var rosa karlleg stétt náttúrulega sem vinni í námum eitthvað svona kallar sem að oft kallar sem tala bara við kalla og voru ekkert að tala eitthvað svona mikið sko homo og lesbíur, þetta var eitthvað þeim tíma þar sem að voru bara miklu meiri fordómar en þetta í rauninni myndaði bara þessi mjög sterku tengsla milli þessar hópa og það einmitt það sem að skipta svo miklu máli að fólk átti sig á því að það svo ótrúlega margt sem við eigum sameiginlegt og þannig getum við byggt þessa samstöðu og þannig þess vegna eru eins og Samtökin 78 og Trans Ísland og allir þessir hinsegin-hópar að sína til dæmis stuðning með Palestínu og með flóttamönnum og öllu vegna þess að þau eru bara, við vitum hvernig jaðarsetning virkar og hún hjálpar engum þannig að auðvitað það mikilvægt að við stöndum öll saman og séum með hvort öðru í þessari baráttu. Já, ég held að það alveg lykillinn, held ég. Já, ég held að það sé einmitt lykillinn. Ég velti þessu svolítið fyrir mér einmitt út af því að sko það hefur verið svolítið það hefur verið svona lenska í svona, þú veist, miðju stjórnmálana og svona, þú veist, vinstrinu að kannski svolítið svona útiloka ákveðna hópa frá samtalinu, afskrifa þá og svona cancela þeim fyrir það að vera einmitt kannski, þú veist, kannski segja hlutin ekki alveg rétt og það, þú veist, í þessu samingi það hægt að nefna, þú veist, svona ódýrt grín sem gert af fólki sem kannski mætir okkur mótmæli að því að þeir fatti hvað ég að fara þú veist, það eitthvað svona þetta er mjög hættulegur núans að hæðast og útiloka fólk í staðan fyrir einmitt að mæta því bara þar sem það og einhvern veginn ná bara í gegnum tengingarnar og samfélagið að taka utan það og breyta skoðunum þess eða maður breytir ekki skoðunum fólks, það verður eiginlega að breyta þeim sjálft en það getur þú getur opnað augu þeirra. Já, þú samtalið náttúrulega grundvöld þess að við skiljum hvort annað, þannig að ef fólk ekki tilbúið einu svona samtal við hvort annað, þá náttúrulega næst ekki árangur, en það líka erfitt þegar að fólk kannski búið að segja ótrúlega ógeðslega hluti og fólk eitthvað að reyna að eiga samtal, þú veist, þar myndast þessi núðungar að þú veist, fólk bara eitthvað, þú veist, ég bara örugg að eiga þetta samtal við þessa mannskur en auðvitað náttúrulega langstærstu hluti fólk sem ekki í svona ótrúlega miklum öfgum þegar maður getur sagt, þú veist, og það oft mikið talað svona polariseringu í umræðinu og það hefur vissilega orðið polarisering en pólisiningin samt líka, hún hefur ekki einhvern veginn færst bara báðu megin á, þú veist, lengra. Það í rauninni önnur hlið sem hefur færst meira og meira út í öfga og útilokun og fordama á meðan að hinn hliðina saman tíma svolítið bara, við erum ennþá að berjast fyrir sömu réttindunum og sama grundvellinum í rauninni en auðvitað hefur náttúrulega orðið polarisering allstaðar en mér finnst polarisering mjög erfitt umræðu efni oft af því að það myndast ekkert samtal, það næst engin árangur og þess vegna þetta tótrúlega erfitt af því að það eru líka svo margar tilfinningar og það svo mikið í þessu og það svo ótrúlega langt á milli fólk stundum einhvern veginn og það maður bara hvernig maður að ná þessu samtali þannig að fólk getur sé mennskuna í hvort öðru því það einhvern veginn það sem að það gengur einhvern veginn ekki að jaðarsetja þú veist á móti þú veist þannig að einhvern veginn að rasistarnir séu komnir svo langt út í horn að þeir fari að vera hættulegir einhvern veginn það þarf að vera balans í þessu en það einmitt að því að þú ert að tala polariseringunni og það öll umræðin í kringum woke
hún náttúrulega bara partur af þessu og sorry tölum bók en þetta líka bara hvað já, og svo, þetta eitthvað svona þetta eitthvað eitthvað orð sem að, enginn verið skilja eins sem hefur í rauninni enga raunverulega merking lengur nei, og þetta bara eitthvað svona, þetta eitthvað orð sem að þýðir fyrir einhverjum hóp þetta og öðrum þetta og svo einhvern veginn það líka, orðið samnefnari yfir heilavírus sem að hefur tekið einu sinni var þetta kallað pólitískur réttrúnaður og einu sinni var þetta kallað þetta þetta einhvern veginn svona nærbuxna feminismi alls konar orð sem eru notuð og þetta hluti þar sem verið að reyna að gengisfella umræðuna góða fólkið það verið að reyna að afvegaleiða það verið að reyna að snúa út úr svo að við náum einhvern árangur því að hún farin að rífast það hvað vók þýðir og hvað er vók og hver er vók og hver er ekki vók og þessi brjálar út í þennan að því hann sagði við náum engum árangur meðan við erum ennþá endalaust föst í þessu má ekki bara taka það orð bara svona skjótaði eitthvað út á hafsauga ég þekki ekki margar sem að nota þetta hugtak nema í gríni ég nefnilega þekki engan sem notar þetta orð sem einhvers konar hugtaki yfir mannréttindi en það er það ekki gaglegt, þetta er bara ekki gaglegt orð til að nota í rauninni ekki lengur með hvernig það er búið að þróast en ég veldi svolítið fyrir mér hver akkur þetta þegar við þurfum að ná að halda umræðinu upplýstri við þurfum að vinna gegn þessari skautun og öllu þessu hvar ábyrðin á því af því að það er í rauninni ekki hægt að ætlast til þess að hópar sem eru jaðarsettir og einmitt hafa orði fyrir kannski gríðarlega miklu áriti, aðkasti af hálfu einhver annara hópa taki að sér það hlutverk að vera einhvers konar mannasættir í því og þurfið einhvern veginn á málefnarlegir og eitthvað svona hlaupa á eftir þeim og svona já, eða svona einhvern veginn þegar maður talar þetta við þurfum að byggja brýr og tengingar og hlusta og skilja tilfinningar að þá snýst það að mínu mati svolítið það líka sem að mér finnst að hafa gleymst í umræðinu undanfarin ár hver ber ábyrðina á því að reyna að koma umræðinu upp á annað plan og þar eru tveir aðilar sem að mínu mati hafa ekki alveg kannski staðið sér í stikkinu síðustu árum annar þeirra gjörsamlega algjörlega brugðist sín hlutverki sem eru stjórnvöld til þess að berjast gegn jaðarsetningu útskúfun þau hafa beinlínis sérstaklega alveg på síðkastið verið að vinna með því, vinna að því og svo finnst mér fjölmiðlar ekki alveg hafa tekið hlutverk sitt nógu alvarlega í því að tryggja upplýsta á ábyrga umræðu. Það er ofti svo ef það er fréttaflutningur að blaðamaður, ég segi þetta þeim öllum ólöstuðum, ég átta mig líka á því að starfsumhverfi blaðamanna í dag er óbærilegt, þú ert að gefa út rosalega mikið af fréttum og þú er rosalega lítinn tíma að fara á laun og annað sem er vandamál en að þá er kannski, það er eitthvað fréttapunktur, það er eitthvað sem segir eitthvað og það er engungu, fréttaflutningurinn hann er látin felast í því að fá báðar hliðar og einhvern veginn og þá sé hægt að bara fyrir lesand þessu réttmætar og að sko það er sjáum þetta mjög gegnumgangandi í þjóðamorðinu og með mjög margt sko bara hugtaki staðreind og sannleikur er orðið eitthvað skona aukaðatri það er svo það sé orðið eitthvað sem að má hafa skoðun á og svo er annað til dæmis eins og ég var nú glöð að sjá það ég var á þingi þá benti ég mikið á það þá vorum við með dómsmálaráðherra sem að fór mjög oft rangt með mál og það var svolítið erfitt að koma því á framfæri að því auðvitað hljómar það alltaf eins og maður sé að reyna að koma einhverju pólitísku höggi á annað en ég var svolítið glöð þegar ég fór að sjá það að fjölmiðlar voru farnir að staðir reyna það sem að jafnvel ráða fólk var að segja það er auðvitað sorglegt að við séum komin á þann stað að þess þurfi af því að ég held að fólk almennt úti í bæ og ég var að ræða þetta af vinkonum mínu um daginn sem er ekki mikið að fylgjast með pólitík ég spurði hana, þú veist, akkur gerum við ráð fyrir því að fjármálaráðherra viti hvað hann er að tala eða hann sé að fara rétt með mál vegna þess að við gerum ráð fyrir því að fólk í ábyrgðastöðum tali af ábyrgð en það gerir það ekki og þá hugsa maður hverra er það að hvað var að segja að þú veist, það er svo mikil ábyrgð að fara með þar upplýsingar og akkur er þetta að gera þetta staðrina og ég held að virðingi fyrir sannleikanum og fyrir staðrindum hún þarf að aukast hjá einfallega bara hjá fjölmiðlum og ég ætla ekki að minnast aftur á stjórnvölda því þau hafa algjörlega brugðist. Ég hefði viljað sjá fyrir 10 árum átak bara á vegum stjórnvalda sem að væri átt við það sem að Rauði krossinn gerir fyrir mörgum árum sem hét Vertu næs.
Þetta var ekki flóknara. Skilabóðin voru vertu næs. Mér minnir að það átak hafi snúist einelti. En ég sagði með mér í þessari baráttu við hatursorðræðu, við þessa jaðarsetningu annað, fordóma, útskúfun, afmennskun. Ef að sko stjórnvöld myndi bara fara bara með herferð. Bara alveg svo við gerum hérna spennið beltin og gefið stefnuljós. Bara vertu næs. Við erum bara, að því að stundum það einmitt, þessi skortur á umburðarlyndi og bara svona og líka bara þessi hræðsla þú veist, ég hugsa mikið þetta svona upp á svona samfélag að gera því að Ísland einhvern veginn bara þetta vestræna kapitalíska hamstrahjólsland orðið sem einhvern veginn búið að svona einangra fólk alveg of þannig alveg allir eru komnir út í hot, það eru bara allir heima hjá sér eða í vinnunni og það einhvern veginn, það er engin svona samhygð bara í hóp það vantar og það einmitt ætti auðvitað að vera hlutverk félagsmálaráðherra til dæmis að sinna því að fólk hefði rými til þess að hittast, það hefði einn dag í viku og ég meina það er auðvitað upp á þetta er líka kirkjan auðvitað var á einhverjum tímapunkti var þessi staður fyrir fólk en núna fyrir fólk ekki í kirkju þannig að það er einhvern veginn þú veist, það er ekki lengur og þannig að við erum að sjá þú veist, bara einangrunin það er enginn saman og einmitt, samtala um þetta kynslóða líka þar sem að fólk getur lært og hefðir þær er svona, þú veist, færast neðar og þannig að við ef að við viljum halda í Íslands gildi þá er ekkert mikilvægara heldur en að einmitt hlúa að samfélagi og það séu svona litlir hópar og haga okkur í samræmi við þau gildi líka. Ég einmitt ofta velta þessu fyrir mér það tala að það stafi ógnað okkar gildum og ég sammála því en ég held að hún komi innanfrá. Það vegna þess að til dæmis bara hver eru þessi gildi okkar sem við viljum ekki að verða ógnað? Það þetta, þessi virðing fyrir mannréttindum, jafnrétti og allt þetta. Samkennd, öryggi, við erum örugt samfélag, allt þetta og barnvænt samfélag, allt þetta og kvenréttindi og allt þetta eru einhvern veginn okkar flaggskip. En hvað erum við að gera? Til þess einhvern veginn að innan gæsalappa verja þau gildi erum við að brjóta á þeim og við erum að svipta fólk réttindum. Við erum að svipta og ég mitt alltaf að sjá það betur og betur. Nú er ég að starfa sem lögmaður eftir að hafa settið á alþingi þegar það búið að gera breytingar útlendingalögum sem að við vissum sannarlega hefðu alvarlegar afleiðingar. Maður að sjá þetta ennþá skýrar. Nú er ég komin í rauninni hinum megin við borðið og þá það búið að svipta fólk svo miklu grundvallar réttindum að ég held að almenningur átti sig ekki á því og þar stundum hugsa ég líka bara ég vildi að almenningur sæi það sem að ég sannarlega sé og upplifi bara næstu því daglega nú. Ég held að fólk bara trúið ekki. En það sem að mér finnst alvarlegast eins og staðan það búið svipta fólk ákveðin hóp sem í rauninni bara fólk að flóta réttinum til þess að fá ranga niðurstöðu leiðrétta og búið að búa til þannig kerfið að þú ef það hefur verið tekin rönga ákvörðin í þínu máli sem að getur gerst. Það ekki þannig að íslensk stjórnvöld séu óbrigðul bara í þessu málaflokki. Í öllum öðrum málaflokkum erum við með gríðarlega mikið öryggiskerfi til þess að tryggja það að þú getur fengið endurskoðun. Það búið að svipta þau þessum rétti. Og ég hef oft velt fyrir mér langar svolítið að bera þetta saman við önnur svið vegna þess að þetta hvergi annar staðar í íslenskri stjórnsýslu sem að þetta kerfið svona, þú getur ekki fengið endurskoðun og ég reyndar eins og ég svo sem ítrekka sagt held að þetta standast ekki stjórnarskráin til þess að fá skorur það þarf það að fara fyrir dóma og þú kemst ekki fyrir dóma því það búið flytjað úr landi þannig að þetta svona, en þarna ég hugsaði með mér þetta í samræmi við okkar gildi þarna eru við að taka okkar gildi og vanvirða þau þannig að ég algjörlega sammála því að okkur það við ógn. Það stafar ógn að okkar gildum en hún kemur frá okkur sjálfum, ekki utanfrá. Og þess vegna held ég eins og talar fjölmiðla og hlutverk fjölmiðla ótrúlega mikilvægt hvað að gerast í þessu málaflokki, hvernig þú veist og að vera að fjalla við þetta og maður sér bara eins og sagðir þegar að fjölmiðlar flytja fréttur ýmis mál og það bara hrópandi
staðrendavillur ég get náttúrulega að tala mikið sérstaklega í hinsegin málefnum að ég þekki það rosalega vel og ég sé stundum bara hrópandi staðrendavillur þar og þá er ég bara hvar annars staðar eru þá líka staðrendavillur í málflutningi fjölmiðla þú veist, maður hættir að treysta því að fjölmiðlar séu raunverulega að fara með staðrendir og rétt mál og séu hlutlaus í sinni umfjöllun og þetta getur náttúrulega enginn heldur aldrei verið hlutlaus. Það svolítið það sem að mér finnst líka einhvern veginn svona vanta í þessu umræða. Það alltaf ákveðið sjónarhorn og annað sem að fólk vinnur út frá og þegar maður eitt skýrasta dæmi svona þar sem að misvísandi umræða fyrir að fluga allan heim en núna nýlega á Ólympíuleikum þegar að Eman Khalif kona keppti í hnefaleikum og það halda ennþá allir að Eman Khalif sé annarkvort transkona eða intersexkona þrátt fyrir að þessu engar raunhafar staðarendur fyrir því að hún sé intersex eða trans. Það eru engar sannanir fyrir því. Why do you care? Það eru bara engar haldbærar sannanir, rök eða neitt fyrir þessu. Þetta mál, þetta er eitt af þessu málu sem að bara einhvern veginn, ég svona gafti yfir. Ég hugsa bara, þú veist, hversum stendur þér ekki á sama einhvern veginn hvernig þú veist gena litninga mengi í einhverju nefaleika konu og Ólympíuleikunum og fólk sem hefur aldrei haft snefil af áhuga á íþróttum kvenna allt í einu orðnir einhverju svakalegir sérfræðingur og verndarar á sviði íþróttu kvenna bara ef þetta fólk vissi eitthvað íþróttur kvenna þá myndu þau vita að það eru svo sannarlega stórar áskoranir sem að íþróttakonur standa frammi fyrir og ég geri þetta reglulega þegar ég fyrir fræðslu ég spyr fólk og hópa hverjar haldið þið að séu stærstu áskoranir kvenna í íþróttum og á þeim lista aldrei raunverulega að hinsegin fólk, transkonur, einhvers sem fólk sé að keppa í íþróttum, það alltaf að það viðvarandi kynferðisofbeldi gagnvart konum sem eru afreiks íþróttakonur og í íþróttastarfi almennt þar hafa minna aðgenga æfingastöðu, minna aðgenga fjármagn og peningum, konur í íþróttum fá almennt séð miklu minna borgað fyrir sína vinnu heldur en kallmenn gera, bara skýrustu dæmin fótbolti og þú veist, það bara óendanlegur listi af áskorunum sem að konur standa frammi fyrir í íþróttum og hvergi nefna konur sem keppa í íþróttum að þær hafi áhyggjur af því að þessar 10 hræður á alþjóðavísu sem eru að keppa í íþróttum af 8 milljörðum manns heiminum. Ekki nema sé mjög tapsás. Já, þú veist, eitthvað svona, þú veist, það en svo það líka það, það engin, það eru sannlega einmitt, einhver svona 10 afris íþróttakonur, transkonur í veröndinni, valla það. En svo þetta alltaf þetta sjáuði hvernig forskotið og allt þetta svo þú veist, mannski kannski 35. sæti eða í marathoni þú veist, hvernig sem það þau hefur þetta margoft verið sýnt fram á þetta en það náttúrulega með þessa umræðu eins og svo margar aðrar að þú veist, að þegar þú ert búin að sá eitthvað svona fræ og fólk búið að ákveða að taka afstöðu og halda með henni svo fótboltaliði bara, þá ekkert svo auðvelt að þú veist, þá skiptir engu máli hvað maður segir í rauninni. Og hvað gerir maður þá? Einmitt. Já. Þetta er tilfinninga fólks. Já, þú veist, það svolítið að einhvern veginn reyna að fá fólk til að átta sig á stærra samhenginu. Ég held að það sé það sem að íþróttumræðin bara svona skýrt dæmi það sem að ótrúlega margir einhvern veginn eru bara, já, auðvitað það ekki að fá að keppa og eru bara búin að býta þegar ég segi eitthvað svona forskot af því að fjölmiðlar, stjórnvöld og annir eru búin að ýta þessari skoðun og þetta er bara orðin almenn skoðun að þetta hljótun ekki vera þrátt fyrir að það sé ekkert endilega vísendilegur grunnur sem að styrkir þetta eða ýtur undir að þetta sé raunverulega satt og bara þvert á móti. Þannig að það er ótrúlega erfitt einhvern veginn að fá fólk til en þess að nefnt spyr ég fólk, hver haldið þessi raunverulegar áskoranir hvernig íþróttum? Þú veist, einhvern veginn fá fólk til að hugsa þetta út frá öðru sjónarhorni vegna þess að við erum án jokes að ræða 10 manneskjur í öllum heiminum sem að hafa einhvern tíma náð einhverjum árangri, þú veist, varla það og til dæmis í Bandaríkjunum þar sem hefur verið að banna núna transkonum að keppa í fótbolta í Bretlandi og skáki, þú veist, alþjóðavísu og eitthvað svona, þú veist, það hefur verið spurninga hversu margar, til dæmis í Bretlandi, hversu margar konur eru að keppa í fótbolta á einhverju svona afrópar og grasrótastarfi sem eru trans? Engar.
Bannið var sagt að mætti ekki keppa í deildum, það var engin transkona að keppa rosa hatrum umræða bara ekki neitt bara engin einstaklingur sem var trans sem var að keppa inn á þessu stíð. Hvers vegna erum við svona ótrúlega upptekin af einhverjum gjörsamlega ímynduðum ótta að þetta bara búið til. Þetta einmitt búið til, þetta þú veist einmitt þetta endalausa menningarstríð þar sem eru einhver hagsmunaöfl sem bara sáldra einhverjum svona fræjum hingað og þangað og horfa svo bara á samfélögin bara takast á einhver titlikaskít bara við sjáum þetta í áherslu stjórnvalda og viðbrögð stjórnvalda akkurat og aðgerðir held ég að almenningu líti svo á að endurspegli hvað við segja þörfina en það ekki þannig eins og við sjáum núna dómsmálaráð þegar að tala að það þurfa að tryggja landamærum, öryggi á landamærum talar henni bara einmitt hættulega orðræðu sem að eyðileggja innviðin ekki eins og þetta sé vandamál hvaða það, ég velti fyrir mér eru fjölmiðlar ekkert að spyrja sig hvar var þessi hætta á landamærunum hvar var hún og hvað það sem að gerast núna vegna þess að til dæmis þegar það mjög algengt að sé talað Schengen í þessu samhengi. Schengen fyrst og fremst lögreglusamstarf og til þess gert að það sé hægt að einmitt komi í veg fyrir það glæpamenn og deila upplýsingum og ekki bara á landamærunum heldur bara í innan okkar sameiginlegu landamæra og að tala svona gefur fólki þau skilaboð, staðfestir þann ótta að það sé einhver ógn þarna að á landamærunum hafi verið eitthvað rosalega mikið vandamál, það var einhver hætta þar sem að núna við erum að reyna að laga og ég ofta veltað fyrir mér og ég myndi vilja sjá svör við þessu hvert vandamáli sem að þið teljið ykkur verið að leysa vegna þess að það hvort að fólk fá að dvelja á Íslandi eða ekki, það hefur ekkert með landamærin að gera þannig séð að því að það stjórnsýslan og yfirvöld sækjur leyfi og fær leyfi eða fær ekki leyfi þannig slíkt Þetta náttúrulega fyrst og fremst hlutverk stjórnvalda að tryggja það að innviði og annað séu byggðu upp í takt við þróun og annað þannig einhvern veginn að kenna þessu málaflokki það bara gjörsamlega skauta fram raunverulega vandamálinu sem það að stjórnvöld hafa fjársvelt marga málaflokka og innviði og annað til lengri tíma og við erum að sjá afleiðinga þess núna og í stað þess að stjórnvöld taki raunverulega ábyrgð á því þá kennaðu einhverjum ákveðnum hópum og etja hópum saman í stað þess að ég er búin að vera svolítið hissa einmitt og mjög hugsi einmitt yfir þessu norsku leiðinni sem að til dæmis dómsmálaráðherra boðaði í gær hvað er hún að tala um það nefnilega bara ekki alveg skýrt og það sem ég hjó eftir einmitt og hún sagði forsenda aukins hagvaxtar í samfélagi fólksfjölgun en í sömu setningu segir hún en vegna fólksfjölgunar ná innviðir ekki og ég hugsa bara aukin hagvöxtur þér meiri peningur í kassan en samt einhvern veginn innviðinir að molna og ég bara fæ þessa jöfnu ekki þess að ganga upp og ég hugsa með mér bara eru bara allir eitthvað of mikið á TikTok eða þú veist, af hverju einmitt, og það skal tekið fram hér að það hefur margoft verið reynt að fá dómsmálaráðherra hingað til borðs en hún hefur ekki áhuga, það mjög upptekin allavega til þess að koma í bólasta en þetta með ólíkindum og þetta líka svo hættulegt og við vitum það einmitt að við erum auðvitað hér að tala svona hins einn baráttuna en hún samofin allri annarri mannréttindabaráttu og þegar dómsmálaráðherra farin að tala inn í hatursfulla og fordómafulla orðræðu gagnvart einum hópi þá kemur að því að það beinist gegn næsta og það það sem að mér þykir mjög óhugnalegt Já, og þess vegna þessi samstæða svo ótrúlega mikilvæg en við höfum á Íslandi sem betur fer verið tiltölulega góð í að sína samstöðum á milli hópa eins og bara ástæða þess að réttindi hinsegin fólks hafa náð þeim árangri sem þau hafa náð vegna þess að það hefur ríkt rosalega mikil samstæða á milli kvennarhreyfingarnar og hinsegin hreyfingarnar og það eitthvað sem hefur styrkst á undanförnum árum
meðfram því sem að annar staðar hefur svo samstæða minnkað og það ákveðin sérstæða sem við höfum, auðvitað ekkert fullkomið, þú veist, auðvitað, en það samt þessi ríka samstæða og ástæða þess að til dæmis kynjandi sjálfræði náði sínum árangri og fór í gegn var vegna þess að öll helstu kvenréttindasamtök og mannréttindasamtök og annað sýndu stuðning að þau að þetta bara sjálfsögð réttindi þessara hópa að hafa réttindi til að geta tjáð sig og verið þau sem að þau eru, hvort sem að það lagalega, félagslega eða á hvaða grundvelli sem og það hljómar auðvitað sjálfsagt fyrir mörgum okkar en það mörgum löndum reynt að etja þessu einhvern veginn saman að þessi hópar á móti þessum hópu og þessi á móti þessum og eins og við sjáum núna í útlendingunum hins sem fólk á móti múslimum eitthvað og það reynt einhvern veginn að ala á þessum ótta og þessari mismunun og þessari sundrung í stað þess að samstæðan fái að vera og það held ég eitthvað sem að sterkasta tól okkar allra þessi samstæða, að sína samstöðu, skilning, eiga samtalið og vera til staðar af því að annars bara, sjáum við hvert það leiðir eins og í Bandaríkjunum sem hafa aldrei verið á verri stað. Og þetta líka bara saga sem endurtaka sig og við vitum alveg hvert hún leiðir. Já, það bara mjög skýrt. Það bara mjög skýrt. Við slúum bara enda á þessum nótum. Það verður líf og fjör alla vikuna, allir að sjá okkur sérstætt í kvöld. Svona að öðru, léttara tali. Ég fer alltaf í siglinguna, stolt siglir flegið mitt á hinsegundum sem mér fest bestu viðbröð. Alveg svolítið hlábúndur sko, þið verðið að segja leikmanni eins og mér. Já, þetta bara sigling sem siglir bara frá öfnin í Reykjavík og nálagt við og tekur bara svona hring og þú veist, það lítilferja og tónlist og gaman og skemmtilegt. Og svona yacht life. Já, smá svona, sko, hún smá svona einhvern luxus og þetta ekki dólúsmanna. Kannski ekki milljarðamæringa luxusnekka sem við erum á hérna. Og rosa margir á einni. Já. En hún rosalega skemmtileg. Þetta mjög skemmtilegt. Já. En svo þetta karaoke í kvöld, það yfirleitt á 50. Já, það lætur þú þig ekki vanda. Nei, það lætur ég mig ekki vanda, kiki og ki. En ég hvet fólk bara til að fara inn á hinsegindag.is og sjá dagskrána. Hún mjög rík. Það svo ótrúlega margt og skemmtilegt sem í boði. Ráðstefnan og gangan og allt. Já. Það bara ætti að vera nóg fyrir okkur öll. Já, og það alls konar fjölskyldu viðburðir og já, það eiginlega bara mjög mörg að taka. Ég mæli með því að kíkja hérna inn. Komið inn í samfélagið, bara svona, komið í hlýjuna. Já. Allt velkomin. Arndís Anna og Uglas, því að þakka ykkur kærlega fyrir að koma og ræða bara svona veröldina og einhvern veginn með hinsegin glerum og ekki. Frábært að fá okkur. Og á þessum nótum skulum við setja punkt við rauðaborðið hér í kvöld og ég þakka öllum þeim sem áhlýttu og horfðu fyrir samfélgina, góðum gestum fyrir komuna og samstarfsfólki mínu fyrir daginn og samstarfið í dag. En við erum þó ekki hætt því að hér rétt á eftir kemur Gunnar Smári Eilsson með glænýjan þátt sem heitir Matartíminn. Þar sem hann fær til sín góða gesti, matgeðinga og til þess að ræða mat og matarhefðir. Virkilega áhugavert efni fyrir öll matargött þarna úti. En ég minni ykkur á að á samstöðin.is þar hægt að gerast áskrifandi af samstöðinni og vera með í þessu góða verkefni sem að við erum með hér í gangi. Það fer líklega ekki fram hjá neinum að það erfitt að vera svona lítill fjölmiðill, sjálfstæður fjölmiðill í bara samfélaginu í dag og við þurfum og þiggjum alla aðstoð og það hægt að gerast áskrifandi gegn vægu mánaðagjaldi, hægt að borga sér upphæðir einu sinni oftar, hvernig sem þið viljið, allt hjálpar. Þannig að ég þakka bara fyrir mig og góða nótt. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.